Góðan daginn og velkomin í þátt númer 75 hér á YouTube-rásinu minni. Ég heiti Helga og ég er handavinnu Óð. Nú í dag er mánudagurinn 14. október 2019 og hér erum við, orðin 2 ára, það fór fram hjá mér. En 2. október síðastliðinn voru sem sagt 2 ár síðan að þáttur númer 1 fór í loftið og það er þáttur sem ég ætla aldrei að horfa aftur á. Skál. Og takk fyrir að vera með mér, þeir sem hafi verið með mér hérna frá upphafi og þeir sem hafi komið og farið og þeir sem eru ný, bara hjartanlega velkomin og bara eins og ég hef oft sagt áður, ég dáist að því að þið skulið vilja eyða tímanum ykkar með mér hérna í þessu blaðri. Ég er að taka hana þátt upp í annarsinn í dag. Stundum eru tæknilegir örðuleikar og stundum fer maður bara mikið víðan völl. Þannig að við bara byrjum upp á nýtt og þannig að þetta verður kannski hnitmiðara að því ég er búin að rausa í klukkutíma áður. En stundum er þetta bara svona, stundum er maður bara ekki rétt stemdur og þarf bara að gera hlutina aftur til þess að vera ánægður. Nú, já, eins og áður sagði, bara býð ykkur hjartanlega velkomin, gömul og ný og mig er að finna á Ravelry og Instagram sem Helga A71 og svo er ég með like-síðu á Facebook, Verkefnatöskur Helgu, þar sem er hægt að senda mér skilaboð eins og á hinum áðurnefndum miðlum og ef það er eitthvað sem þurfið eða viljið vita frekar og svo náttúrulega hægt að skilja eftir skilaboð hérna fyrir neðan vídeóið. Og fyrst að þessi afmælisdagur fór svona fram hjá mér að þá bara, þú veist, hendi ég í gjafaleik bara fyrir jól eða eitthvað, gerum eitthvað skemmtilegt þá. Ég er einhvern veginn, ég er ekki tilbúin með neitt svoleiðis einfaldlega bara því að það er rosalega mikið að gera í einkalífinu og kannski ástæðan fyrir að ég bara, þetta fór fram hjá mér. Nú, í dag ætlum við í klárin, verkvinnslu á döfinni og bara blaðrið og töskurnar og hvað datt í pokan og allt þetta hefðbundna. Í rauninni datt ekkert í pokan þannig, þetta eru bara gjafir sem ég fékk svo ótrúlega fallega gjafir sem að ég sýni ykkur á eftir. Nú, klárin, það er afsakið ég er að kafna á einhverju, eða ekkert einhverju kvefið, það er bara haustkvefið, það er bara að hellast yfir mig. Nú, klárin eru, það er barnapeysa úr ljúflingum, þetta er úr heimferðasettinu, þetta er 6-12 mánaða stærðin og húfa í stíl, stærsta húfan sem er held ég 3-6 mánaða en þetta er bara, þú veist, þetta er Merino, þetta vex með krakkanum. Og ég notaði Austimann Merino 160. Þetta er svona sportgrófleiki það bil og þetta er litur númer 230, rauður. Og ég fór einmitt niður í búð til Hafdísar vinkonu, hún vinnur í Gallerí Snotru og ég var einmitt að segja við hana að ég er svo miklu basli með að halda áfram með verkefnið og klára það af því að það er rautt. Og við fórum þá að stúdera pínlítið garnsnopp og svona almenna garnhegðun. Hún er svona pínu pjöttuð með sitt, eða úr hverjum prjónar, sem sagt prjónar ekki úr hverju sem að flokkast þá undir garnsnopp og ég eftir er í meira basli með liti. Blár og rauður eru eitthvað sem ég persónulega finnst ég ekki geta notað og bara fíla ekki á mér og þar af leiðandi á ég erfiðara með að vinna úr þeim litum. Það er alltaf lagi ef það eru bláir eða rauðir sokkar eða eitthvað svoleiðis en leiður orðið flíka eða húfa að þá truflar það mig og ég þurfti alveg að peppa mig að halda áfram með þetta að þetta er rautt. Þannig að en svo er ég náttúrulega, hefur það ekkert með snopp að gera en ég get ekki lengur notað
Ístex-lópan út af einhverju í vinnsluferlinu hjá þeim. Ég fæ bara rosaleg útbrot allstaðar þar sem húðin er þunn eins og hérna og í munnvikunum og í eyrunum bara með eksem í öðru eyrunu og það alveg magnast upp ef ég er að prjóna úr íslenska lópanum. En það er náttúrulega flokkast ekki undir snopp. Það bara er ofnæmi og ég er ógeðslega fúl út yfir því. En ég get notað Þingborgarlópan. En svo er aftur á móti aðra konur sem vilja bara helst ekki vinna á neinu öðru en íslenska Ístex-lópanum og þú veist, það er þeirra snopp. Þannig að þetta er allavega, en mitt snopp á við liti. Þannig að nú er komið sett handa litla tilvonandi frænda sem á fæðast núna í lok nóvember sem að fer til Reykjavíkur til hans og mömmu hans á morgun. Einn uglupóki sem ég sýndi ykkur síðast og hann er úr Big Merino frá Drops. Þú veist, ef ég hefði ráðið litnum í peysuna þá hefði það verið eitthvað staðar þarna eða grári eða gulur eða grænn eða eitthvað svoleiðis. Og svo fær hann hérna 3 cute smekki með til þess að svona slef smekki þegar að því kemur. Þannig að þetta fer til hans á morgun og vona bara að mamma og Kútur verða glöð með þetta. Síðan tók ég þátt í vettlingasamprjóni á Facebook. Það stóli úr mig hvað síðan heitir, en þetta er Hallgerður langbrók og er núna komin í sölu á Ravelli og ég notaði bara eiginlega, má segja, gatt sem hendi var næst. Þetta er Frú Valborg handlitagatt og guli er ekkert með einhverju rosa háu kontrasti við þetta en hann virkar samt alveg. Ég hefði viljað bæta við nokkrum umferðum sikkurum með við gula munstri til þess að lengja það pínlítið að úrtakan byrjaði til þess að passa almennilega á mig, en þumallinn smellpassar. Ég hefði bara þurft pínu meiri lengd, en það kannski kemur bara með notkun. Og þetta eru svona léttir og góði vettlingar. Þeir verða ekkert eitthvað, halda mér ekkert heitri í frostinu, en þetta eru bara svona þægilegir ef maður er á hoppin í bíl og svo leis. Og mér er svo fallegt úliði stroffið hérna. Gerir þetta svo sparilegt. Og þetta er hún, ég held að kalli sig Buffalo Ása á Ravelli. Hún er einmitt með mér í Tjarnadísa prjónahópnum, algjör snillingur og var önnur þeirra sem gerði gaddgönguhúfuna í ár ef ég er ekki að fara með vitleysu. Þannig að hún leynir á sér. Og já, þetta bara var rosalega gaman að taka þátt í þessu samprjóni. Þetta ég ákvað strax að gera par og ætlaði nú að gera það báða á sama prjóninum en það var ómikið vesen þegar maður var með 4 hnykla að gera munsturlítinn, þannig að ég gerði það bara samtímis. Þegar ég var búin með einn hlutan af leyniprjóninu þá kláraði ég þann hluta á næsta á vettlinginu með 2 líka. Og þetta var bara, það kom út á 4 daga fresti nýr hluti. Það var alveg temmilegt, maður hélt alveg auðvitað við það. Síðan gerði ég úr afgangnum af gatninu í Lónót peysunum minni sem ég var í núna á mánudaginn hvenær var bleikdagur? Í síðustu viku. Þá var ég í Lónót peysuna þegar hún er bleik. Og úr afgangnum af gatninu úr því, úr móherinu og sokkabandsgróleika gatninu, fingering. Þá gerði ég þessa Everyday Slouchy Beanie eftir Dragonhoard Designs og hún er líka litari, gardlitari, Dragonhoard Yarns. Og þetta, það er 2-falt yfir eyrun, þannig að það er gott fyrir kuldaskræfin á mig. Bara falleg úrtaka. Ég ætla ekki að setja á hausinn á mér einfaldlega því að ég er búin að græja hárið fyrir daginn og er að fara að pæjast aðeins og eftir, þannig að ég set ekki húna á mér fyrir að ég er búin að pæjast.
af því að þetta hérna er svo þétt yfir eyrun og þetta alveg rústar dúinu. Þannig að en þetta var bara, ég held að hafi farið af fingering róleikanum kannski 40 gramm, eitthvað svoleiðis. Það hefði náttúrulega geta verið gáleg og gáð að því, en með hvað ég sé í hespuna, hvað er eftir af henni, og þá fór 140 gramm í peysuna. Herðu, augnablik, ég ætla bara að ná í. Þetta er það sem er eftir af fingering gæjanum. Og við erum með vikt hérna. Tjekkum á þessu. Ég man það að það fóru 140 gramm af þessu í peysuna, þannig að ég átti 60 gramm eftir. Og hér eru 15 gramm eftir af 60 grammunum. Þannig að það fóru 45 gramm af þessu og svo móher með í húuna. Þannig að það er nú geggjað að maður geti gert 2 svona húfur úr einni hespa af handlituðu 100 gramma sokkabandsgróleika gafni og viðeigandi móheri með. Það er nú bara aldeilis grand og flott gjöf og eitthvað sem maður geti alveg hugsanlega nýtt sér. Þannig já, ég er bara mjög ánægð með hana. Þetta var, sko, þetta er maður borgar fyrir uppskriftina eitthvað smáttur í og mér varst alveg þess virði. Bara upp á þurfi ekki að finna upp hjólið með hvað þarf að fitja upp á margar lykkjur og bladibla. Þannig að ég get alveg mælt með þessari uppskrift og ég sé það strax að meða við því ég er að taka þetta upp í annað sinn. Þetta gengur mikið betur núna. Skál fyrir því. Nú, svo átti ég afmæli á dögunum og fór í bústað með manninn mínum eins og svo oft áður við Apavatn og áttum þar yndislega daga og á heimleiðinni þá fórum við á heimsóttum vinahjón okkar í Grímsnesinu, Helgu og Villa og hún leysti mig út með afmælisgjöf og aukagjöf og ég ætla að sýna ykkur aukagjöfina núna því að það ég er búin að gera tusku úr annari hespunni sem hún gaf mér og þetta er Sugar and Cream sem er aðal gafni í öllum borðtuskum Bandaríkjanna og þótt víða verið leita og hún gaf mér 2 svona hespur og þetta eru 56 grömm í hespunni sem eru 86 metrar og viktaði mitt maður næri ekki alveg 2 hespum úr nei 2 tuskum úr en næstum því það eru 25 grömm eftir þannig að það vantar ekki mikið upp á að það sé hægt að ná í ég samt sko, þetta er tuskan 32 grömm og 25, þannig að maður er alltaf að bæta aðeins við til þess að ná í heila tusku eða búa til litlar skífur til þess að þrífa andliti með eitthvað svoleiðis úr afgangnum og það sem hefur truflað mig með það bómull sem ég hef verið að nota mér fundist þau þurfa 2 tuskunum svo oft áður en hún nær þeirri rakadragni sem ég vil að hún hafi en mér skilst að það gerist mun hraðar með þessum gæjum þannig að ég fór á netið pantaði mig fleiri þannig að það er að koma fleiri svona Sugar and Cream til mín og þetta er líka til ég pantaði þetta á wolverhouse.co.uk og þetta er líka til einlitt en mér finnst bara svona gaman að hafa prjónað úr marglitu og sést minna á því ef það fer eitthvað svona kaffislys eða eitthvað í þær. Þannig að þetta er mjög skemmtilegt að fá loksins að prófa þetta og láta kveikimann að panta meira af þessu. Æi, þið vitið hvernig þetta er. Nú, þá eru klárin komin
Verkin í vinnslu. Það hérna, það sem ég gerði núna eftir að ég innréttaði herbergið mitt. Og var það, ég var ekkert rosa mikið inni af því það var svo dimmt hérna inni og svona og þú veist, og ég var ekki með góðan stól hérna og svoleiðis. Þannig að ég prjónaði alltaf mest inn í stofu og var bara með eiginlega allt þar. En núna ákveði ég að hafa það þannig að inn í stofu er ég með verkefni sem hafa setið lengi á hakanum eins og teppi og svona eitthvað sem og ein peysan sippila sem ég kemur ekki alveg í gang með að langa til þess að gera. Að það er bara inn í stofu og það kemur ekkert nýtt þangað inn fyrir en að ég verð búin með þau verkefni sem eru það núna. Að þá mega, þegar þau eru búin, þá mega koma önnur eða er eitthvað svona sem eru of lengi að klárast, að fara þangað fram. Þannig að þá er ég að vinna í þeim á kvöldin þegar við erum að glápa saman í sjónvarpið. Og svo aftur hérna núna finnst mér æðislegt að vera hérna á daginn og og þá er ég að vinna, ég datt út, þá er ég að vinna hérna í verkefnunum sem eru nýleg. Og það sem að hrökk í gangi með loksins var Northeasterly og ég er að nota í þetta gatt sem ég fekk í aðventudagatali frá Agnesi prjónavinkonu minni og síðan bara bætast við áfram, þú veist, úr öðrum dagatölum og bara ágangar hérna og þaðan við þetta. Þetta er sem sagt fyrsta röndin hérna. Síðan var ég bara aðeins byrja á rönd númer 2 og svo var þetta bara búið að liggja inn í skáp í marga mánuði. Síðan bara núna á nokkrum kvöldum er ég búin að bæta við rúmlega 1,5 rönd. Þannig að þetta, þú veist, þetta er ekki eins mikið mál og ég held. En þetta er alveg niður í gólfi núna og þetta nær mér alveg vel yfir öxl, þannig að þetta verður svona gott sófateppi. Og ég ætla að hafa það svolítið breitt. Þannig að það er alveg nóg eftir af því. En kannski er ég búin með 1/6 svona til þess að, þú veist, til þess að hvetja mig áfram. Það er alveg slatti, sko. Ef maður hugsaði það þannig. Og þetta, ég er að nota 3 mm prjóna á þetta. Einu skiptin sem ég nota svona beina prjóna. Ég reyndi að nota hringprjóna í þetta en mér bara fílaði betur að vera með svona gæja. Sérstaklega þegar maður er að byrja á nýjum, þá er svolítið gott að hafa pínu, þú veist, stífleikan alveg. Að það sé ekki eitthvað að renna út á snúruna og af því það er svona pínu maus að tengja nýjan við. En svo er þetta bara, þú veist, þetta er orðið mjög þægilegt sjónvarpsprjón hjá mér. Uppskriftin er alveg orðin neldin í hausinn á mér. Þannig að þetta fer bara fram og eftir. Ég ákvaða að halda ekkert áfram með það, sérst að því ég kláraði 3. röndin í gær. Og laði það bara fram og svo ég geti sýnt ykkur það því það er maus að sýna það leið og maður er farin að bæta við nýjum dálki. Þá er einn prjóninn alltaf að þvælast. Nú ég er ekki að vinna neitt í neinu öðru sem að ég er reyndað með smekkpokan frammi sem að ég grípi í og er að gera þessa smekki. En það er engin núna í gangi. Svo er ég með sippila peysuna og From Grandma with Love teppið. Ég prjónaði nú 1 ferning af því núna í fríinu mínu í bústanum. Þetta tullast. Og svo vettlingarnir hennar Guðlaugur. Já, ennþá eftir að rekja þá upp hérna niður af þar sem að úrtakan byrjar og laga það. Ég bara, þú veist, það gerist einhvern daginn. Eða þá ég byrja bara alveg upp á nýtt eða eitthvað, sé bara til. En ég er að gera svo hérna úr peysubókinni sem ég hef búin að sýna ykkur daginn. Er ég að gera Saga Eskimo peysuna. Og hún er á að vera mjög síð og svoleiðis. Og ég bara kláraði hespuna hérna
þegar ég var búin að skipta frá fyrir ermunum og svo að gera ermarnar og lenti í smá ævintýri með þær. En eins og við sjáum, núna þetta alveg nóg langt og vel það, en svo þegar ég komin í þetta þá tóknar á gatninu að þetta mjög, ég ákvað að hafa mjög þröngar ermarnar. Og þar alveg hendi passaði ekki svo lengt sem var gefin upp í þetta og ég þurfti að fara í svona skurðaðgerð. Ég byrjaði að prjóna ermina hérna sem puttin á mig var. Þetta var hérna og þetta var allt og stutt. Það vantaði hérna nokkra sentimetra inn í. Svo ég aðskildi bara bólinn og ermarnar aftur frá og tók aftur upp lykkjurnar hérna og prjónaði það sem að vantaði upp á og lykkjaði svo ermina aftur saman við. Þannig að hérna megin og þá veit ég nákvæmlega hvað ég þarf að gera og þetta bara kvöldstund að gera ermina. Þetta gróft gatn Drops Alaska á prjónanúmer 6, stroffið á 5. Þetta gefið fyrir 5 en þetta má alveg vera pínu gísa því að eins og sérstaklega hérna að það sumst að þrefalt gatnið, þannig að þetta verður algjör steik. Og þegar ég hef búið með ermarnar þá bara prjóna ég eins og gráa gatnið leyfir nánast eða þangað til ég komin í uppgefna sítt. Þá pínu munstubekkur neðst, sennilega eitthvað svipað og þetta bara. Og svo stroff og síðan er hérna fyrir hún á að vera opin. Þegar ég verð búin að sauma upp og taka upp lykkjurnar þá verður fyrir hnappagötin sami þessi ólífu græni litur líka. Það er stroffið og allt það verður þessi ólífu græni. Og þetta bara gengur. Þetta er náttúrulega prjóna númer 6 og gróft gatn. Bara klára peysunar á hann fyrir mig sjölinn. Afsakið. Síðan er það Magnolia Worsted. Er það ekki eftir og ég er náttúrulega ekki með forsíðuna. Jú, Magnolia Chunky Cardigan heitir hún og er seld á Ravelli. Hún er líka til úr fingering róleika og ég er að nota Queen Fiber Baby Suri 2-falt og er að prjóna medium stærðina á 5 og 6 mm prjóna. Það var ég búin að skrifa allt inn á uppskriftina og ég er búin að aðskilja búkinn frá ermum og þetta prjóna fram og tilbaka og er að byrja á munstrinu. Þannig að það verður, þetta er svona alveg, ég verður að gera eina fyrir þenn og ég verður að gera, þannig að þetta verður vonandi bara þessi, allavega, já, annarkvort þessi eða Saga Eskimo peysan verður tilbúin eftir 2 vikur. Sjáum hvað verður. Ég nefnilega er að fara í töskusaum líka. Og þetta er 2-falt Queen Fiber eins og áður segir, Sea Breeze liturinn. Og þetta er bara eins og ský að vinna með og hafa á sér og þetta er svo hlýtt að ég þarf bara að vera á hlýraból þegar ég er að prjóna úr þessu. Þannig að það er ágætt á að vera opið. Og já, bara tullast aðeins áfram. Síðan er það Edith jakkapeysan eftir Camille Watt. Mér minnir á hún sé frí á Ravelli. Og hún er gerð í stykkjum. Þetta er bakhlutinn. Já, kannski stroffið er perluprjón og það er strax byrjað í stroffinu að móta hún er svona aðsniðin eða svo leys. Þannig að þegar ég gerir framstykkin þá ætla ég að gera þau bæði í einu þannig að það sé alltaf sama úrtakkan alveg og þar ég ekkert að vera eitthvað að
endalaust að telja á milli merkja og svoleiðis. Það þarf ég bara alltaf að gera það einu sinni á þessu stykki og passa að sér rétt á framstykkjunum. Og þetta er líka á svona grófum prjónum frekar. Hvað var það eftir? 4, 5 og... Nei, 4,5, 5 og 5,5. Ég er að gera smól af því ég er að nota grófara gall, grófari prjóna og þetta er Meribel frá Stólar og skól í lit nr. 15 sem var til niður í snúdru en hún er hætt með þetta. Þetta er 50% ull, 40% pólíakryl og 10% alpakka. Og þetta er handþvottur en mér sýnist hún ætla að vera pínu stór. Þannig að þá getur vel verið að maður setja hana í smá þéttingu. Ég ætla bara að gera smá pröfustykki þegar því kemur ef hún verður of stór og sjá hvað ég get gert til þess að laga það. Annars bara verður einhver heppin í fjölskyldunni eða vinahópnum. Þá eru peysurnar búnar sem að hafa verið, sem ég hef verið að vinna í. Sumarlétt líka úr peysubókinni. Ég hef ekkert snert á henni, ekki snert á Stonecrop, Sippila eða Mald Magic. Þannig að það eru 4 aðrar í gangi fyrir utan þessar 3. Þannig að ég er með 7 peysur í gangi. Maður er ekki í lagi. 7, 8, 9, 10, 11... Já, ég er með 10 verkefni í gangi svona skammtíma og svo 2 teppi og svo stundum smekk og svo vettlingarna sem ég ætla að laga. Óvanni lítið, en bara gott og mér langar bara að einbeita mér af þessu sem ég er með í gangi. Nú, síðan er ég með 2 sjöl og annað þeirra er í þessum fallega sinneps gula poka og það er Orlando sjalið eftir Rokkur Knit eða Helenu Sif Magnúsdóttur og ég er að nota uppgefið garn í það sem er Baby Merino, Drops Baby Merino og er að nota gulan, grænan og svona off-white í það og ég held ég sé að fara að byrja aftur að gera svona ég gríp bara í þetta svona þegar það á við. Þetta eru sem sagt litirnir. Græni er númer 38. Hvíti er 02 og guli 45. Hvíti er sem sagt, hann er hreini hvíti er 01 minni mig. Hann er svona pínu, hann er ekki alveg skjanna. Ég fannst það ekki passa. Og það eru sem sagt 2 dokkur af græna og 1 af gula og 1 af hvíta og það dugar í sjalið samkvæmt uppskrift. Þetta eru þetta er bara voða fallegt sjal og kemur svo bara í ljós. Hver mun eignast það að lokum. Nú, síðan er það afsaki fastir liðir eins og venjulega. En síðan er það leyniprjónsjalið hjá Stephen West, Starflake. Yndislega fallegt og ég er svo glöð að hafa tekið þátt að ég er oft pínu rög við að taka þátt í svona. Þarf alltaf að sjá kannski klú 1 og 2 og eitthvað áður en ég læt vaða. En núna lét ég bara vaða eftir smá pepp frá Lindu vinkonu minni. Fann gatt sem að gargaði á mig í gattbúðinni hjá henni Eddu. Það er frá systrabönd og þetta er klú 1 og ég er bara pínu byrja á klú 2 þannig að ef það eru ekki komin þangað þá bara það sést eiginlega ekkert í klú 2 en þeir eru náttúrulega búin að fá hana í hendurnar sem eru með það. Þessi er gammeldansk og þessi voru í Vagluskógi sjúklega fallegir, ógeðslega ánægð með þetta. Hlakka svo til að sjá hvað kemur eftir klú 2.
En kannski með að klári Crew 2 fyrst áður. En ég er bara búin að gera nokkrar umferðir af henni. Og hann er náttúrulega með sitt einstaka tvist á þessu, eins og lagið á því hvernig þetta byrjar. En samt er þetta ekkert út úr kú. Þú veist, samt er þetta ekkert skrítið þannig, miðað við margt sem að hann kemur upp á. Ég gæti svo gefið á mér nýrað, þó þau séu léleg, að ég hugsa að myndi ekki vilja nýrun á mér, til þess að komast inn í hausinn á honum og sjá hvað er í gangi hérna þegar hann fær innblástur og hvernig hann kemur þessu frá sér. Ég stundum mér bara, það sem að því maður svona kemst pínu nálægt pælingunum hjá honum að vera að prjóna fyrir hann og svoleiðis. Þú veist, það sem honum dettur í hug, sko. Og hvernig hann lætur þetta ganga upp á endanum, það er bara mjög merkilegt. Það er ekkit, samt er þetta eiginlega svo einfalt að þegar maður er búinn, hann bara, já, auðvitað. En hann er alveg einstakur í hönnun á prjónadóti. Og þetta eru bara, sko, listaverk. Það er ekkit flóknara. Þú veist, auðvitað er þetta allt listaverk sem við erum að gera þegar við erum að prjóna, en hans er ekkit endilega eitthvað oft, stundum eru þau bara ekki praktís, ekki fyrir mig, en þetta er svo fallegt fyrir augað og svo gaman að hafa gert eitthvað svona, þetta er svona abstrakt, þetta er hérna svona pínu erró feelingur í þessu stundum hjá honum, maður skilur ekki alveg hvað er í gangi, en samt skilur maður það. Þannig að ég sé alls ekki eftir að hafa tekið þátt í þessu leiðinu prjóni og ef þú ert að spá og ert í vafa, þá bara skora ég á því að kýla á þetta, og ég sé að fólk er að nota allavegana, sumir er að nota bara alveg einlitt gatn og fara bara í stassi sitt og sækja sér 2200 grömm af sokkabandsgróleika gatni og bara go for it. Ég sé þetta ein vinkona mín er að gera þetta úr þessum gula lit sem ég er að nota í Orlando sjálinu, sérst Baby Merino, og svo er hann að nota brúnan Austimann stepp á móti og það kemur ótrúlega fallega út og verður svo hlýtt og fallegt. Þannig að svona hreinir litir eða semst ekkert svona speklaðir eða svoleiðis eiga alveg mjög vel erindi í þetta líka. Þarf ekkert endilega að vera, sko, og það eiginlega má ekkert vera eitthvað brjálæðislega mikið freknótt. En samt, sko, mitt er allt í lagi því að það er svona mildir litir í freknónum. En, já. Þá er ég búin með það sem er í gangi. Það sem er á döfinni er að ég talaði ekkert um það fyrir 2 vikum í þættunum þá, en ég fekk 3 dásamlega fallegar hespur frá dásamlega vinkonum sem komu hérna á 1. laugardegi með mér. Þær gáfu mér alveg sjúklega fallegan blómvönd og í honum voru 3 sjúklega fallegar helgulegar hespur. Og þeim langar að verða eitthvað saman. Og þar sem að við 3 erum allar æstir Stephen West aðdáendur, þá verður það að vera sjálf eftir hann. Og ég fekk 4. hespuna frá Helgu minni og hún ætlar að leika með. Labbi hennar mei. Ég ætla að segja ykkur bara að þetta er skel frá Vivid Wool. Þetta er 70% merino og 30% silki, 400 metra í 100 grömmunum. Bara falleg og helguleg. Það er Walk Cottage merino 100% Superwash merino ull. Það eru 360 metra í 100 grömmunum. Og þetta er Alaska. Sjúla.
og Usitita Merino Singles það eru 366 metra í 100 grömmunum af mulled wine 100% súpuvós Merino ull. Ég bara kemst ekki yfir þessa gjafmildi í þessum yndislegu konum. Algjörlega óþarfi en innilega velkomið. La BNMA frá henni nöfnum minni. Þetta er Sam Toki og þetta eru 366 metrar í 100 grömmunum og 100% súpuvós Merino. Og hún sagði við mig áður en ég opnaði pakkan. Hvaða gatn var það aftur sem að þú sagðist vilja taka með þér á eða væri eina gatnið sem þú gæti notað það sem eftir væri? Hvað heitir það? Af því hún sagði þetta þá bara fraus ég og myndi ekki neitt. En það er náttúrulega La BNMA og þá, þú veist, þessi grunnur, sportgrunnurinn, DK-grunnurinn, guðdómlegt. Þessum langar rosalega að leika saman og þeim langar að verða Speckle and Pop sjalið. Þá vantar annarkvort einn main color í viðbót eða einn kontrast. Það er semst að vera 3 main colors eða aðalitir, passa tungumálið, 3 aðalitir og 2 kontrastar, aukalitir. Svo kemur náttúrulega líka alveg til greina hérna Striped Asian. Það er ekkert mál að vera með 4 liti því. Það er óbúslega fallegt sjal. Þessi hérna gaur, hann er víst ótrúlega flinkur að spinna ull. Eða, hvað er Speckle and Pop sem er lengra hér. Og það er aftur vinnurinn minn spinnarinn sem að sýnir, það sýnir ekki á mikið, en þetta er Speckle and Pop. Það langar rosalega að gera það. Úr garni frá þessum 4 yndislegu konum og finna svo 5. litin með. Linda minn, ég þarf kannski að senda þér einhverja myndir til þess að ákveða hvernig þetta eigi að verða. Eða ég kíkja ekkert til þín með þetta og fleiri til og doblaði til þess að hjálpa mér að raða í þetta. Og Linda er svona litagúrú, Linda í Hippi Barbanett. Hún er ótrúlega lungin í að láta liti vinna saman sem maður heldur að kannski geti það ekki. Og hérna, þannig að það er gott að geta leita ráða. Sérstaklega, þetta er eitthvað svona sem ég vil vanda mig rosalega með, af því þetta verður spesjál. Fullt af hérna, ást í hverju leikju þarna, sko. Nú, síðan er annað verkefni. Teppi. Ég veit, ég er með 2 önnur í gangi. Þannig að From Grandma with Love og hérna North Easterly, en ég á svo mikið af þessu garni. Í alls konar litum. Og þetta er ekkert endilega litir sem að ég myndi vilja gera einhverja flíkur meira úr. Ég er búin að gera eina peysu, hérna Throwback Cardigan eftir Andrew Maury úr þessu. Og það voru litir svona sem að ég fíla á mér. En svo er fullt af öðrum litum og þessar litir sem ég nota í peysuna sem eru eftir og ég á hellinga á þessu. Og mér langaði svo að finna eitthvað til þess að gera úr þessu. Og fór hún á Ravelli að skoða fyrir svona gróft gat. Og þetta er sem sagt gefið upp. Þetta eru 115 metrar í 50 grömmunum og gefið upp fyrir prjóna 4-5 mm. Og ég fann hérna uppskrift sem að heitir 52 Square Pickup eftir Cecilia Famel og þetta eru sérst 52
ferningar, 1 á viku í rauninni, þetta byrjaði núna í janúar og þetta endar með teppi, þannig að ég er búin að prenta út hérna 4 til þess að byrja með og svo ætla ég helst ekkert að prenta mér út, ég ætla bara að hlaða þið inn í spjaldtöluna ef þetta er eitthvað sem að ég sé fram á að halda út og ég ætla að sjá hvað fer í cirka 1 gæja, 1 ferning, sjá hvað ég á mikið að gatni, hvort mér lítist eitthvað á að því ég helst geta nýtt allt gatnið, hvers konar teppi þetta verður, hvort það verður rúmteppi eða barnateppi eða hvað. En þetta er svo sem ekkert sem er að fara í gang alveg hvers pæng en samt. Ég hef alveg verið þekkt fyrir að segja eitthvað svona kjaftaði og svo er ég byrjuð með 20 önnur verkefni næst ef við hittumst. Svo ætla ég að segja ykkur hérna, ég man ekki hvort ég sagði það áðan, en þetta er sérst uppskriftin af hérna tuskunni, Grandma's dishcloth og þetta er a variation of grandmother's favorite dishcloth eftir PJ Allen og eins og ég sjá á myndinni hérna þá eru gött, sérst er uppsláttur en ég kaus að vera bara alveg með það heilt og það er boðið upp á það í uppskriftinni líka. Og þetta er bara ótrúlega þægilegt sjónvarps bílaprjón. Hlakka til að gera meira af þessum og sjá hvernig ég fíla þær. Eins og ég segi, ég var ekki nógu sátt hvað ég þurfti að þvo heinar oft til þess að ná góðri rakadrægni. Ég líka hérna, þær voru svolítið þétt heklaðar og prjónar hjá mér, það getur líka haft sitt að segja. Svo var ég búin að fá mér hérna Felix cardigan. Já, ég er búin að prjóna Felix pullover og þetta er bara rosalega svona plain og þægileg uppskrift og þetta er gert úr mjög gráðu gatni á 6 mm og 5 mm prjóna. Bara þetta svipa og ég er að gera. Rosalega fínn á mér hálsinn, þið afsakið. Svo prentaði ég út hérna nýju, ég er ekki með neina mynda en þetta er nýjasta Hedgehog Fibers Simple Top Down Stockinette Cardigan. Og það er líka úr svona grófu og ég er voða mikið að skoða opnar peysur af því ég er búin að finna það út í þessu peysuferðalagi mínu á Instagram að opnar peysur eru málið ef þær eru úr einhverju grófara gatni en DK. Nei, fingering eða sokkaband skróleikanum. Þannig að ég er að leggja svolítið áherslu á það. Svo er ég alltaf veik fyrir svona blúndu sokkum. Ég er með tunnun á gólfinu fulla af sokkum, ónotuðum. Ég þarf bara núna að fara að henda þessari tunnun í svefnherbergi og gjöra svo vel að fara að nota þessa sokka. Þú veist, ég er alveg með tonna sokkum inni hjá mér líka. Þetta er það sem ég á erfiðast með að gefa, það eru sokkarnir. Og ég held að það sé að þetta er prjóna á 2,25. En nú fer ég bara að taka það í gagnið. Ég er á tásunum núna, kannski bara fara og velja mér fallegt sokkapar og kíkjum á þetta. Við höfum kíkja á þetta. Hérna skelli ég ofan í svona kláruðum verkefnum sem að ég hugsanlega gef og svoleiðis. Hérna er fyrsta vélprjónaða peysan mín. Já, hérna er gömul húfa af Himma. Ég man ekki hvað ég ætti að gera við hana. Ég ætti bara að eiga hana eða eitthvað. Hérna er nú húfa sem einhver getur fengið í jólagjöf, einhver lítill haus. Vittu, ég verð að sýna ykkur þetta. Þetta er svo mikið rugl. Er þetta grínast? Ég fæ alveg kast sjálf. Ég ætla að taka hérna efsta lagið ofan af.
þetta eru nokkuð pör hérna. Þetta eru 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Oh my god. Hvað gaman að sjá þetta. 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 31, 2, 3, 4, 35 pör hérna sem bíða eftir að komast í gagnið. Hvað segið um það? Hefur ekki að fara bara að skella þessu í umferð. En það sem sagt útskýrir náttúrulega kannski að ég ekki að prjóna mikið af sokkum þessa dagana. Ég á nóg og af því að ég bara að prjóna svona á mig að þá náttúrulega gargar það ekkert á mig að vera að gera eitthvað. En mér finnst ægilega gaman að gera svona 1 og 1 sætt par. Og þarna eru sokkarnir sem ég var með í samprjónunni í einslétt ein brugðin. Þarna 1 ónotapar. Þannig að hérna, já. Svo var ég hún Amy í Strandi Dyeworks og hún var svo sjúklega fallegt handlitað garn í jólalitunum sínum fyrir þessi jólin. Og ég náði að fara í búðin hennar á föstudaginn þegar hún skellti nokkrum hespum þar inn og náði jólalitnum í ár og síðasta ári, hún var með nokkrar svoleiðis hespur líka, náði að panta með svoleiðis. Og ég á meira af svona jólasokka gafni, kannski fer ég bara að gera mér eins og hún að gera. Hún átti 25 pör af jólasokkum. Hún tók aðeins út úr hjá sér núna, bæði sem voru of litlir og ekki nógu jólalegir og eitthvað svona. Þannig að hún þarf að bæta nokkur nýjum pörum við til þess að ná 25 pörum. Þau eru náttúrulega með jóladaginn sem 25. daginn. En það kannski eitthvað að fara að gera sokka 24 pör. Þá svona úr jólalitum að ég á gat frá eins og West Yorkshire Spinners og svona á jólalínunni hjá þeim og Opal og eitthvað. Og svo á maður náttúrulega rautt og gult og grænt gat. Og svo hægt að gera, svo alls konar svona uppskriftir með jólamunstrum á eða jólatrjám eða eitthvað svona, jólatengt. Þannig að maður gæti alveg kannski farið bara út í það til þess að halda áfram að prjóna sokkana. Svo ég náttúrulega með 2 sokkapör út í bíl. Já. Ég meina, stundum þá bara skil ég mig ekki. En þetta bara allt í bestamáli. Þannig að í pókanum voru bara gjafir og Helga gaf mér líka hérna fullt af handabörðum geggjum. Ég búin að taka 1 sem komin inn í stofu. Þetta fer bara núna ofan í hverja handafinn í töskun og fætur annari. Við vitum það að það æðislegt að vera með vel nærðar hendur fyrir garnið okkar. En á leiðinni í rauninni systir mín út í Bandaríkjunum og ég pantaði smáræði frá Tuft Woolens og Knitpicks, ekkert garn. Ég elska sápurnar og handabörðin og varsalan frá Tuft Woolens. Ég held ég að samt bara panta með sápur núna. Og svo pantaði ég mér frá Knitpicks svona bók sem með segli í, en ekki alveg svona, hún aðeins minni en þetta, en samt þannig að það auðvelt að setja munstrið sem þú ert að prjóna og svo segulinn og það færist ekki til þó þú lokið því og tróði hún í tösku eins og þetta vill gera, að það ekkert sem að vendar þetta, þú veist, utanum. Þannig að hún að drösla svoleiðis heim fyrir mig frá. Ég var búin að vera að reyna að setja það hérna í storkinum en misti af því og þannig að ég hugsaði bara, þetta alltaf til þarna og hún að fara út, ég bara læt hana drösla þessu heim fyrir mig. Ég að fara að sækja hana á miðvikudagsmorguninn, ég þarf að fara hérna á Skaganum klukkan 5 morguninn, þannig að hún getur bara alveg haldið á svona dóti fyrir mig heim. Þannig að það á leiðinni, en
þessar 2 vikurnar voru þetta bara gjafir frá þessum yndislegu vinkonum í rauninni. Já. Nú, svo að hrúast inn efnin í nýju töskurnar sem að eiga að fara að fæðast núna á næstu vikum. Og það verður bæði bara svona hefðbundið og jólalegar. Og þið sjáu það náttúrulega bara inn á síðunni þegar það kemur inn og inn á Instagram og alls þar og ég segi frá því og sýni ykkur þegar ég komið byrjuð á því og sú sala fer þá náttúrulega bara núna í gegnum Facebook. Ég lokaði Shopify búðinni einfaldlega því að þetta bara svaraði ekki kostnaði þannig lagað. Hitt bara virkaði alveg jafn vel og bara persónulegra og mér fannst það svona notalegra einhvern veginn að ég hafði beinni samskipti við ykkur og hef beinni samskipti við ykkur í gegnum Facebook. Þannig að þar kom alls konar jólaefni og svona pínu skrýpó og svona hauskúpu dæmi og svoleiðis sem ótrúlega vinsælt. Þannig að ég læt ykkur vita því þegar því kemur. Síðan ég hef verið beðin það frá upphafi af enskumælandi fylgjendum hvort það sé hægt að þýða vídeóin, fá texta eða einhverja vélþýðingu eða eitthvað og það bara ég veit ekki hvort það hægt og ef það hægt þá það heljar vesinn. Ég kynnti mér það eitthvað ég man ekki hvað það var en það var allavega ekki fýsilegur kostur. Og nú ég búin og ég gerði þetta náttúrulega til þess að laga íslenskunum minna í prjónamálinu af því að ég var bara léleg í íslensku. Ég var alltaf talandi nálar í staðan fyrir prjóna og svo þetta fingering grófleikinn og þú veist, en það sjálf sér kannski eðlilegt að því að við höfum ekki notað mikið grófleikan á garninu í tali það var alltaf bara, þú veist, léttlópi, plötulópi og álafáslópi og allir vissu grófleikan einhvern veginn í því. Þannig að ég náttúrulega hóð þessa vegferð bæði til þess að laga máli mitt og líka til þess að halda utan verkefnin og það mjög reglulega spurt hvort að ég get ekki haft þetta á ensku. Og síðan þegar ég var að heimsækja Helgu daginn og þá segir hún þetta líka við mig. Af hverju ertu ekki með þetta á ensku líka? Þú veist, og ég svona hugsa, já, ok, og fór að spá í þetta og hún fór að segja mig frá sænskri konu, Síaspott minni mig að það heiti. Hún með podcast sitt á sænsku og svo tekur hún strax annan þáttu eftir á ensku og ég er búin að horfa á báða og eini munurinn að hún fer ekki alveg eins brjálæðislega ítarlega í hlutina eins og á sænskunni, bara einfaldlega því að hún hefur kannski ekki orðaforðan í það. Og þá hún bara með þetta á sömu rásinni og bara gerir eins og ég, sænski þátturinn bara, þú veist, þáttur númer 75 og enski svo þáttur númer 75 in English, þú veist, stendur fyrir aftan í sveiga, þannig að það fyrir ekkert á milli mála. Þannig að ég svona að gæla við það að prófa þetta. Það þá bara næst. Ég megi ekki að fara að taka upp 3. þáttinn núna og sjá hvort að það sé eitthvað. Af því að mér langar að gera eitthvað meira með þetta. Ég orðin öruggari með málfarið þó að ég segi oft einhverja vitleysurnar og ég sé það alltaf alveg sjálf. Það þarf ekkert að leiðrétta mig. Ég sé það alveg að því ég horf alltaf á allt vídeóið aftur til þess að setja inn texta og leiðréttingar og til þess að gera aðalega grína sjálfur mér líka af því ég stundum alveg út á þekju. En miðað við fyrstu þættina þá ég nú orðin mun betri í þessu og minna mál kannski fyrir mig að fara að prófa þetta á ensku og það nú alveg komin 20 ár sem ég bjó í Englandi, bjó þar í 4 ár. Þannig að ég nú alveg með mjög góðan ensku skilning en ég ekkert endilega sleipust í ensku máli en get vissulega bjarga mér og rúmlega það. Þannig að það ekkert mál.
Þannig að ég svona að spá í að færa út kvíarnar og prófa þetta líka, sjá hvernig það gengur. Og af því að ég er búin að kynnast svo mikið af yndislegu fólki í gegnum þetta og og bara orðið fullt af yndislegum og góðum vinkonum í gegnum þetta brölt sem að mér þykir alveg ótrúlega dýrmætt og ég meira að segja á orðið eina yndislega vinkonu í Kanada, hana Judith, sem er nú búin að koma til Íslands og við erum búin að hittast og fara í garðgöngu saman og ég tók hana með mér á Tjarnadísa hitting og það var bara, þú veist, æðislegt og hún opnaði augun á mér fyrir uppskriftum og ýmsu og ég sömuleiðis á henni og við skrifumst á reglulega og það er bara, þú veist, þetta er ekkit bundið bara við litla Ísland. Ég á eina vinkonu orðið í Þýskalandi sem við skrifumst á, hún er líka Íslandsvinur en hefur ekki komið til Íslands eftir að við kynntumst. Nú, og svo bara lengi með telja. Ég er náttúrulega að pröfuprjóna fyrir Stephen og fyrir mínu Philip, The Knitting Expat og þannig að maður er með tengingar þarna út líka og langar kannski að vinna eitthvað meira með það. Þannig að það er hugmynd svona í tilefni af 2 ára afmælinu. Nú fyrst að ég klúðraði því að vera með eitthvað gjafaleik í tilefni af því að þá bara skelli ég í eitthvað skemmtilegt þegar nær jólum þegar ég verið búin að gera fleiri töskur, já bara það eru 2 þarna, ein bílataska og ein svona bílanúmerataska upp á vegg þarna. Þetta eru 2 svona hefðbundnu verkefnatöskunar sem ég á og þannig að þegar ég verið búin að gera nýja lagerinn að þá setja saman í eitthvað svona skemmtilegan afmælisaðventu leik og reynum þá kannski að ég hugsi ég myndi hafa það bara á YouTube rásinni. Þessi rafverðli hópur er ekki sá virkasti af því að ég bara hreinlega, þú veist, er ekkit þar. Þannig að við sjáum bara. En nú er ég búin að tala við ykkur í rúma 2 tíma í dag en þið munum bara sjá tæpan klukkutíma af þessu röfli og ég er eiginlega nokkuð viss að þessi þáttur er 10 sinnum betri en þessi þáttur sem ég tók upp fyrir morgun og bara gott fyrir mig og þig og ég þakka bara kærlega fyrir í dag og óska ykkur góðra og gleðilegra handavinnu vikna og við sjáumst síðar. Takk fyrir og bless bless. Herðu, ég gleymdi nú einu en ég náttúrulega er ennþá á Instagram með að fara í gegnum peysulagarinn minn og það er nú farið að styttast í að því ljúki. Hérna er peysa dagsins sem að sennilega fer að fara í burtu bunkan og ég ætla að sýna ykkur sem sagt, þetta er peysuhillan. Þetta er allt sem ég er búin að vera í og ég á eftir að vera í þessum. Ég veit eiginlega að þessar fara ekki og kannski fer ein hérna. Þannig að það eru kannski bara 2 dagar eftir í rauninni af því að nýjustu peysunar er ekki farin neitt og sjá hvernig ástandið er hérna í skápnum þar sem ég er að tróða þessu sem eiga að fara. Þær eru hérna allar í hrúugreyin og ég áttur að fara svo í gegnum það. Það er búið að falast eftir sumum þeirra og ég var bara eftir að sjá hvernig ég tækla það. Síðan ætla ég að taka mér smá pásu og fara síðan í sjölinn mín og gera það sama og það sem hefur verið svo gott við að fara í gegnum peysulagarinn er að ég er búin að vera að humma fram að mér að þrífa sumar og taka hnökra úr þeim og svoleiðis en þetta hefur ýtt mér út í það að ég gera það samt venjulega ekki fyrir en eftir daginn að þá þrífi þær og hreinsa úr þeim hnökrana og svoleiðis hvort sem ég ætla að halda þeim eða ekki
og og ég á alveg sletta af þau þjást svolítið inn í sjölina því þau eiga í rauninni ekki að vera hérna en þau eru hérna, það er hérna fyrir innan líka, ég þarf að fara í gegnum þetta, það er komið tími á þvott á sumum og þá er þetta er frábær leið til þess að nota tækifærið og þrífa sjölin og strekkja það upp á nýtt og gera þau fín og hvort sem ég ætla að halda þeim eða gefa eða selja eða hvað og þegar ég segi selja þá er ég fyrst og fremst að ég veit að það er enginn tilbúin að borga, eða fæstir tilbúin að borga fyrir vinnuna í peysunum eða sjölunum eða þess áttar en það fer svolítið eftir því hvað það er en í sumum tilfellum þá ætlast ég til að fá allavega andvirði garðsins fyrir þegar því kemur. En ég á bara eftir að skoða það og fara í gegnum það og svona, þú veist, hvort það sé að fara til vinna á vandamanna eða ókunnugra. Þannig ég á eftir að stúdera þetta svolítið. Þetta er pínu pickles, en þetta er búið að vera alveg geggjað að fara í gegnum þetta svona og þú veist, eins og þessi, ég á búin að gleyma þessari peysu, einfaldlega því að þetta er ógeðslega þykkt gagn og uppskriftin er meira svona viðeigandi fyrir innipeysu þannig að hún hefur ekkert verið mikið notuð. Ég er svo sem ekkert búin að vera alveg að kafna inni þó ég sé búin að sitja í rúma 2 tíma og bladra en ef ég færi að vasast eitthvað hérna inni þá er mér örugglega mjög fljótt heitt og reifum úr henni en hún er of gisin til þess að hún gagnist úti í kuldanum sem er komið núna. Þetta er kannski svona 12 gráðu peysa, hún er fín þá og ég búið að linna undir. Þannig að já, það er ýmislegt svona sem maður er búin að læra og ég er búin að átta mig á því að mér vantar miklu meira á opnum peysum, þess vegna er ég með mikið á opnum peysum og prjónunum og ég er búin að átta mig á hvernig ég vil hafa ermarnar og alls konar svona fítusar sem að ég er búin að pikka upp hvað ég fíla í peysum fyrir mig. Þannig en ég held ég hafi gleymt að bladra þetta í vídeó upptöku nr. 2. Ég bladraði heilmikið þetta í fyrra vídeóinu en það er ekki lengur til. Þannig að ég skeyti þessu þá við restina á vídeónu sem að þið eru búin að vera að horfa á. Þannig að ég segi bara aftur takk fyrir og bless bless.